Birki hefur vaxið á Íslandi frá örófi alda og það vex allt land milli fjalls og fjöru. Birki eina innlenda trjátegundin sem myndar samfellda skóga. Frá landnámi hefur birki verið nytjað, skógarnir beittir og viðurinn nýttur. Stærstu og fallegustu trén hafa verið felld og lakari tré staðið eftir og æxlast saman. Líklegt því að birkið hafi eitthvað úrkynjast. En hvernig getum við skilað náttúrunni því sem frá henni var tekið? Við getum safnað og sáð birkifræi út í náttúruna. Ekki ætti að flytja fræ á milli landshluta vegna þess að birkið hefur lagað sig að staðbundnum vaxtaraðstæðum í aldanna rás. Velja skal heilbrigð falleg birkitré til frætöku, hávaxin, beinstofna og ljós á börk. Ákjósanlegur tími til fræsöfnunar í þurru veðri frá miðjum ágúst fram að laufalli á haustin eða svo lengi sem frækönglarnir tolla saman. Stórir og velþroskaðir frækönglar eru bestir. Þeir mega vera grænir að utan en fræið á milli fræhlífanna inn í könglinum verður að vera svolítið brúnt á lit. Gott að færi sig að losna fræið í könglinum. Könglarnir þorna við stofuhita á einni viku. Þegar hægt að mylja könglana milli fingrana tímabært að sá. Stundum hægt að sá fræinu í sömu ferð og því safnað. Þurfi að geyma fræið, verður að þurrka það vel og geyma í bréfpoka í kæliskáp. Vel þurrkað birkifræ getur geymst í kæli í nokkur ár. Best að sá fræinu á hálfgróið land sem verður að vera friðað fyrir beit. Gott að ífa upp jarðveginn með garðhrífu eða róta jarðveginum til með fætinum áður en sáð Birkifræ örsmá vængjuð hneta sem ekki má hylja með jarðvegi. Heldur nóg að stíga það niður með fæti til þess að fræið ná í jarðvegsbindingu. Þetta grundvallaratriði. Sumstaðar gefst vel að sá í litla bletti með nokkura metra bili. Á gróðurvana landi, á melum og í moldarflögum frostlifting og næringarlítill jarðvegur. Við slíkar aðstæður ætti að bera á svolítið af grasfræi og áburði með birkifræinu. Þegar birkið vex upp í fyllingu tímans sér náttúran sjálf að græða upp landið.